Gott kvöld og velkomin í Þjóðbraut hér á Hringbraut. Framundan fjölbreyttur þáttur. Sigríður á Andersen alþingismaður kemur til mín og þegar hún fer að þá tekur Sigmundur Ernir Rúnarsson við með ritstjórana en við ætlum að byrja í Kauphöllinni. Páll Harðarson, forstjóri Kauphöllinnar, vertu velkomin. Takk fyrir. Ég les fréttur það að gengi bréf í Kauphöllinni lækka frá áramótum. Já. Hvers vegna? Var verðið of hátt? Er þetta bara eðlileg leiðrétting eða hvað að gerast? Jó, þetta svo sem ekki miklar breytingar svona í samhengi hlutana. Þetta eitthvað 5% á hlutabréfamarkaði. Voru þetta búnar að vera töluverðar hækkanir árið á undan. Já. Og líka ef við skoðum aðeins lengra tímabil, förum ár aftur í tímann, 12 mánuði, að þá þetta samt fjórðungshækkun á þessu tímabili. Þannig að þetta svona einhver bara eðlileg sveifla held ég. Já, þetta ekki eitthvað sem að gerast, þetta bara náttúrulega sveifla, það getur sagt það. Í sjálfu sér. Ég held að sé svona kannski erfitt að segja eitthvað, rýna eitthvað mjög stórt í þetta. Í fréttinni í gær voru það var rauður dagur í Kauphöllinni, en í dag snýst það við það? Í dag komu hlutabréfin svolítið tilbaka. Samt sem áður frá, það sem hefur haft áhrif á markaðan þessa allra síðustu daga eru þessi lagasetning bindiskyldu á innflæði fjármagns eða mögulegan til þess, heimil til Seðlabankans sem að setja reglur þess efnis og síðan í kjölfarið auðvitað reglurnar sem Seðlabankinn setti sem kvað á 40% bindiskyldu á innflæði til eins árs. Og þetta hefur haft sérstaklega mikil áhrif á skuldabréfamarkaðinn því að þetta beinist að innflæði inn í skuldabréf. Þannig að við þurfum sér lækkun á skuldabréfum sem þýðir það að ávöxtunarkrafan sem gerð á markaði, hún hefur hækkað töluvert svona 0,4 til 0,6%. Það töluvert mikil hreyfing á þessu markaði. Hlutabréfin fóru svolítið niður í gær og reyndar aðeins fyrir helgi, svona 2,5–3% samanlagt þá, en komið svona svo aftur svolítið tilbaka í dag. Þannig að kom svona tilbaka helmingur á lækkunni 2 dagana undan. Þannig að þetta kannski fyrst og fremst skuldabréfamarkaðurinn sem hefur orðið fyrir áhrifum af þessu, eðlilega að mínu viti vegna þess að aðgerðirnar beinast að þeim markaði og miða að því að draga úr í rauninni eftirspurn eftir skuldabréfum, innlendu skuldabréfum erlendis frá. Já, þetta það, bindiskylda sem Seðlabankinn setja þarna fyrst og fremst til að reyna að draga úr innflæði peninga. Já, tilgangurinn að draga úr hvötum til vaxtamunaviðskipta. Þannig að ef vextir eru núna rúmlega 6% á ríkisskuldabréfum og fjárfestir sem ætlar að koma inn með nýtt fé erlendis frá til eins árs. Hann verður að gera sér það góðu að binda 40% fjármagninu á vaxtalausum reikningi. 60% getur hann síðan fjárfesti í skuldabréfum. Þannig að ávöxtunin sem hann fær þetta fyrsta ár þá eitthvað svona rúmlega 3,5% í staðan fyrir rúmlega 6%. Vilji menn hins vegar vera lengur, segjum til 4–5 ára eða lengur, þá þetta farið að skipta miklu máli, minna máli segjum. Já, minna máli. Því að þá aftur losaðum fé og menn fá svona ekki alveg sömu ávöxtun en ef við tökum sem dæmi, einhver sem kemur hér inn og hér til 5 ára, að hann að fá ávöxtun upp á svona 5,5%. Þannig að þá skiptir þetta kannski ekki íkja miklu máli. En miðað við vaxtakjör sem þessum fjárfestum bjóðast í öðrum löndum, þá þetta samtalsverður ávinningur að koma hérna. Jú, en menn sjálfsagt svona lítið á það sem kannski einhverja áhættu að koma inn til Íslands. Þetta þetta annar gjaldmiðill, annað hagkerfi og svo framvegis. Svona, en þannig að þetta dregur úr hvötum, ég ætla ekki að segja þetta og vonandi stoppar þetta ekki innflæði því þessir í sjálfu sér ekki ætla að stoppa innflæði fjármagns inn á þennan markað, heldur fyrst og fremst að hvetja til þess að það fjármagn sem kemur inn sé þolinmótt fjármagn, það sem tilbúið að vera hér lengur. Og auðvitað auðvitað ekki allir erlendi peningar, vondi peningar. Nei, alls ekki. Nei, við þurfum síður en svo. Við viljum auðvitað fá erlent þolinmótt fjármagn til landsins, það getur auðvitað bara hjálpa okkur við uppbyggingu hér. Þannig að það væri bara góða. Þannig að
til þessi leikurinn gerður. Já, en það frétt sem að vakti athygli mín á ástæðan fyrir ég hringdi í uppalna. Það var hérna með kaup eigin bréfa undir þessu hluti velti kaupöll. Það, sko, þá fór ég upp fann að kaupa eigin bréf. Já. Þetta eitthvað sem við þekkjum úr fortíðinni, en þetta eitthvað sambærilegt að var að gerast fyrir hrun? Þetta allt annars eðlis. Hér eru fyrirtæki að setja fram svokallaðar endurkaupa áætlanir sem eru fyrst og fremst til þess gerðar að lækka sem sé eigið fé á endanum eða hlutafé félagsins. Menn meta það sem svo að þeir séu þá með of mikið hlutafé í rekstrinum og þetta ein leið við að koma fé til hluthafanna og þetta allt gert samkvæmt mjög stífum og ákveðnum reglum samkvæmt hlutafélagalögunum og síðan reglugerð þar sem kveður á hvernig svona endurkaup skuli fara fram. Þannig að þessum fyrirtækjum eru sett ákveðin mörk varðandi hversu mikið þau geta keypt, hvernig þau geta staðið að þessum kaupum, þau geta ekki raun og veru verið verðmyndandi á markanum, þau verða annarkvort, það með öðrum orðum ákvæðum það á hvaða verði þau geta keypt, þau verða sem verður að miða við annarkvort sem sé síðasta óháða verð í viðskiptum með bréf fyrirtækisins sem það óháða, þá ekki tengt félaginu, eða síðasta óháða kauptilboði, hvort sem hærra Þannig að fyrirtækið í sjálfu sér ekki sem sé þarna undir mjög ströngum skilyrðum. En til að skilja þetta fyrir okkur leikmennina, þá það þannig að félög sem skráð í kauphöllinni, þau kaupa eigin bréf samkvæmt þessum skilyrðum sem þeim sett og þeim svo skila þá aftur til hluthafanna. Já, þetta eiginlega önnur leið, sko. Þetta staðinn fyrir arðgreiðslur. Í rauninni, það eiginlega fyrst og fremst þessar tvær leiðir til að koma fé aftur til hluthafanna, það eru arðgreiðslur annars vegar og síðan endurkaup hins vegar og sko endurkaupin í sjálfu sér ekki stór hluti af þessu heildar fjármagni sem skilaði tilbaka til hluthafa á hverju ári. En samt það með 20% af viðskiptum með einstaklega. Þetta heldur vaxandi. Í fyrra voru þetta einhverjir 3-4 milljarðar, í ár gæti þetta orðið eitthvað hærra, kannski 5 milljarðar, svona gæti ég ímynda mér. Arðgreiðslurnar hafa verið í kringum 20 milljarðar á heildina litið, þannig að þetta kannski svona, þetta ekki verulegur hluti af fjármagninu en þó, þetta heldur vaxandi og þetta kannski líka svipuð þróun og við höfum séð sums staðar annars staðar. Það þekktist hér til dæmis áður fyrir að þekktist varla að fyrirtæki var að kaupa tilbaka bréf til þess á erlendum markaðum. Í Bandaríkjunum hefur þessi leið verið notuð í vaxandi mæli. Fyrir 30-40 árum var þetta örlítið hluti af fénu sem skilaði tilbaka til hluta var með þessum hætti, mest var í formi arðgreiðslna. Þetta hefur hins vegar breyst mjög mikið og nú sko jafnvel meiri hluti þess fjár sem skilaði tilbaka til hluta með þessu formi. Og þá spyr maður sig auðvitað af hverju. Já, af hverju. Og það það mótmæli við arðgreiðslunum? Sko, ég held að það sé ekki svona þessi megin ástæðan, sko. Svona heilt á litið finnst fyrirtækjum jákvætt að geta haft arðinn til þess að gera stöðugan og mögulega hægt vaxandi. Og arðgreiðslufyrirtækjum sem allir jafn að greiða arð mjög illa við það að víkja út frá þeirri stefnu. Fjárfestar lesa gjarnan eitthvað í það ef arðgreiðslur eru lækkaðar, þá gjarnan það túlkað sem mögulega minni arðgreiðslu geta til framtíðarlitið, þannig að fyrirtæki hafa almennt séð verið mjög treg við það að draga úr arðgreiðslum og þar af leiðandi hafa þau vilja nýta sér þann sveigjanleika sem svona endurkaup gefa með því að þá hafa arðinn til þess að gera stöðugan og vonandi vaxandi yfir tíma en að vera þá með svona nýta síðan tækifæri til að koma meira fé til hluthafanna í gegnum endurkaupin. Þetta svona fyrir fjárfesta getur þetta líka verið haft sína kosti með arðgreiðslur því að ef þú ert hluthafi í fyrirtæki og það greiddur út arður þá hefur þú í sjálfu sér ekkert val það að fá fé tilbaka. Ef þú vilt halda þessari fjárfestingu í fyrirtækinu þá verður þú gjöra svo vel að taka
arðinn og fjárfestunum aftur. Og þá ertu búin að taka á þig sem sé taka á þig fjármagnstekjuskattinn og einhver kostnaður. Skattahagræði fyrir það sem vilja á annan ból áfram vera í þessu félagi með sína fjárfestingu í sama mæli og áður, að þá að sumuleyti hagstæðara að fyrirtæki bjóði upp á endurkaupin. Þá eru þeir hluthafar sem vilja heldur fara út, þeir kaupa. Hinir sem ætla hvort sem að vera með sína fjárfestingu áfram í sama mæli og áður, að þeir kjósa þá einfaldlega bara að vera með þá peninginn áfram. Þannig að þetta svona, fyrirtæki eru gjarnan að blanda þessu, ekki bara hér heldur annars staðar. Já, þú sagði það einmitt að þetta til svo mikið í Bandaríkjunum og áttu þá vonað að það gerist hérna líka. Ég skal ekki segja að þetta, sko endurkaupin eru enn til þess að gera svona, til dæmis við byrjum okkur saman við Bandaríkin, þá eru endurkaupin mun minni hér hlutfallslega heldur en þar til dæmis. Og við höfum séð þessa trend líka í Evrópu, svona frá því fyrir einhverjum tugum ára að endurkaupin hafa orðið fyrirferða meiri. En þetta tiltölulega nýtt hérna eða eitthvað? Eða erum við bara þessar endurkaupa áætlanir, svona þessi, já, þetta svona nokkur fyrirtæki hafa tekið þetta upp á síðustu árum. En við fylgjumst áfram með markaðunum. Þetta skiptir miklu máli, þetta nú lífeyrissjóðirnir okkar allra. Aldeilis. Það aldeilis. Já, Páll, þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Já, og hér á eftir Sigríður Á. Andersen. Já, þjóðbrydd heldur áfram. Til mín komin Sigríður Á. Andersen, alþingismaður. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það vakti athygli mína þegar að vera að ræða ívilnanir kvikmyndagerðar. Að þú bara mótmæltir þetta verið ívilnanir þetta verið ríkistyrkur. Og færir svo sem alveg rök fyrir því. Ég nú með hérna ræður sem hún fluttir í þinginu þetta. En þú ert mjög ákveðin í því. Þarna verið, þetta mismunun. Það ekki svona að segja? Jú. Á allar ívilnanir eru að einum monda. Sko, sérstaklega hvað var þetta mál? Þetta var lagafrumvarp sem var samþykkt núna, síðustu dögum þingsins. Breytingar á lögum lögin heita lög tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar. Já. Sko, tvennt rangt í yfirskriftinni. Það er annars vegar það að þetta virðist nú ekki vera tímabundið vegna þess að lögin voru fyrst sett 1999 og búið að vera framlengt og framlengt. Þannig að mér hefur nú þótt ástæða til að kannski endurskoða þennan þátt fyrir þessu tímabundið, sko. Hversu tímabundið hversu sveigjanlegt það orð eins og við segjum. Hversu teygjanlegt tímabundið. Já. Svo líka rangt að þetta séu endurgreiðslur. Þetta eru ekki endurgreiðslur. Það þunga miðjan í því sem þú segir. Já, vegna þess að endurgreiðslur eru auðvitað þá ertu að greiða einum og hann endurgreiðir annað. En í þessu tilfelli það ríkið sem hefur ekki fengið neitt greitt, sem bara að greiða kvikmyndaframleiðendum, aðalega erlendum. Þetta í þeim tilgangi gert. Þannig og þess vegna hefur nú komið upp sá misskilningur, hef ég orðið vör við, að menn halda að þetta sé þessi erlendu kvikmyndaframleiðendur koma hingað til lands og framleiða kvikmyndir, borga virðisaukaskatt og eitthvað svona og menn halda að þeir sé að fá þennan virðisaukaskatt eða einhverja skattgreiðslur tilbaka. Það sé verið að ívilnana þeim með niðurfellingu á sköttum. En það ekki. Það verið bara beinlínis að greiða ákveðið hlutfall af kostnaði, öllum kostnaði sem tilfellur, pítsukössunum og ofan í kvikmyndatökuliðið og hótelkostnaði og annað. Ríkið tekur að sér að greiða núna 25%, það var 20%, 25% af þessum kostnaði. Gegn auðvitað nótum, en við þurfum að koma í nótum. Jó, eðlilega. Já, og þannig að það ekkert neina endurgreiðslur að ræða. Og bara við tökum þetta dæmi hótelkostnað sem að áfellur sko virðisaukaskatturinn, hann ekki 24% á hótelkostnaði. En ríkið greiðir samt 25% af hótelkostnaði. Þetta niðurgreiðsla. Þetta bara niðurgreiðsla, þetta bara ríkistyrkur, já. En rökin eru alltaf þessi, og þú einnig að mótmæla þeim svolítið, þú hafi fundið upp gullvélina, en rökin eru þessi að þetta atvinnuskapandi, þessi atvinnugrein hefur vaxið mikið og Íslendingar að læra til að geta verið starfað við þetta, en þessi atvinnugrein hefur vaxið mjög, það ekki? Jú, ég meina... Og ekki síst kannski vegna þess eða hvað? Nei, einmitt. Já, einmitt, sko, það lá einmitt til grundvallar þessari lagabreytingu skýrsla Hagfræðistofnunar. Það var svolítið telt fram í þessu. Það enda vakti athygli mína að skýrsla sjálf, skýrsla frá eins og hún kom af kunni, Hagfræðistofnunar kunni, hún var ekki beint lögð fram, heldur var atvinnuvegaráðuneytið búið svona að
búa til inngang og niðurlag og svona þannig að maður áttaði sig ekki alveg hver skrifaði hvað en það kemur þó fram í þessari skýrslu að það geta alveg verið ástæður og réttmætur rök fyrir því að niðurgreiða eða vera með ríkisstyrk til einhverja atvinnugreina sem kannski einmitt að ná að festa sig og fóta sig. Það á auðvitað ekkert lengur við þessa grein. Nei. Eins og ég segi sko, ef við bara rétt miðum við 1999, kvikmyndagerð hefur auðvitað verið hér miklu lengur. Og að mínum mati auðvitað stendur hún og getur fullilega staðið undir sér sjálf og þetta auðvitað heilmikil atvinnugrein hérna. Þannig að þessi rök eiga ekkert lengur við og þessu utan auðvitað má benda á að allt í kringum okkur eru auðvitað atvinnugreinar sem eru að reyna að festa rætur og menn eru að fóta sig í alls konar atvinnustarfsemi sem ekki samt nýtur þessar velvildar skattgreiðenda. En það, sko, ég vitna í ræðina þú varst að tala Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, þá sagði þú, ég tek undir það sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur einmitt bent á að það auðvitað langbest fyrir efnahagslífið að atvinnugreinin sé ekki mismunað. En má ég skilja líka þannig að með þessum að segja og þessum sagðir í ræðinni að margar aðrar atvinnugreinar gætu vaxið svona mikið og eins og þessi ef þeir sem sagt sætu við sama borð. Já, það sem ég líka sérstaklega horfa á, já, það sem ég bara sérstaklega menn hugsa að byrja hvað þeir eru ekki neitt samkeppni við, það fá bara allir sem eru í þessari kvikmyndir, þeir fá þessa endurgreiðslu. Ég hins vegar vek athygli á því að það til dæmis erlendir aðilar sem ætla að kvikmynda hérna auglýsingar eða tónlistarmyndbönd, þeir fá ekki þessa endurgreiðslu. Af því að menn tala oft landkynninguna, þá svona held ég náttúrulega engar, og ég held að það sé ekki til neina svona vísindalega rannsókn á þessu, þá held ég ofta að þessi þættir sé kannski meiri landkynning heldur en einhver bíómynd sem menn horfa á einu sinni sko. Það eru bílauglýsingarnar sem maður hefur séð erlendi sem maður sér að eru teknir hérna á Íslandi og ég heyri útlendinga oft velta fyrir sér hvað þetta tekið. En hitt hennar mál að það má ekki gleyma því að grein svona eins og þessi, bara eins og allar aðrar greinar, eru þetta að keppa við og keppa starfsfólk við allan annan rekstur á Íslandi. Til dæmis bara almenna ferðaþjónustu. Ég meina, þeir koma hingað inn og þetta móka til sín starfsfólki til þess að vinna í hótelbransanum og kokka einhvers staðar upp á hálendi og annað og meðan einhver annar að ströggla við það að keppa við þetta starfsfólk sem þar. Þannig að þessu leyti er þetta svona erfitt, það erfitt að halda því fram að þetta sé réttmæt samkeppnisleg staða á milli fyrirtækja eða atvinnugreina. Nú það mál sem kemur úr þínu flokki. Já, það breytir því ekkert. Nei. Maður getur ekki verið svo, ég held bara með KR en ég menna, umfram það Já, en ég síður, sko, var þetta erfitt fyrir að vera á móti málunum með hvað það kemur? Nei, ég hef alltaf haft, gert mikinn fyrirvara við svona hverskins ívilnunar ákvæði í lögum, sko, menn hafa viljað, nú til dæmis lögum sérstakar ívilnanir varandi í tengslu við nýfjárfestingar á Íslandi og ríki gerir ívilnunar samninga við einstök fyrirtæki eins og Bakka og ýmis fyrirtæki sem eru að koma hérna alltaf með og í þessum ívilnunarsamningum þá einkum verið að semja niðurfellingu á alls kyns sköttum, tryggingagjöldum og afslátt af fasteignagjöldum og þar fram eftir götunum. Og jafnvel starfsmannaþjálfun? Já, og jafnvel bara beinar peningar til þess að borga, já. En ég segi alltaf sko, þetta bara sýnir það og það jákvæða við þessa samninga frá mínum bæjardyrum séð, þetta staðfesti það sem að við hægri menn höfum alltaf haldið fram, að skattarnir eru bara of háir og við eigum bara frekar að fara í það að lækka þessa skatta, lækka tryggingagjaldið, þannig að þessi gjöld sérstaklega, þau sé ekki einhver sérstök hindrun fyrir nýfjárfestingar, fyrir rekstur, allskynsrekstur. Og það bara ekkert boðlegt í dag að niðurgreiða svona aðstóða einn hóp einhvern veginn umfram annan. Við erum til þess að menn gera miklar athugasemdir við það að ríki sé að keppa skattprósentur og menn fara nú heila stríð í gangi gagnvart svokölluðum aflöndum eða aflandseyjum. Segðu. Og mönnum finnst það mikil hneisa sko, að menn sé að undirbjóða önnur ríki með sköttum og það getur alveg átt við einmitt þegar menn eru kannski komnir með ég hef reyndar að gera ekki athugasemdir við skattasamkeppni þáttinn í því en það auðvitað leyndin sem er athugaverð en mér finnst samt furðulegt þegar fólk í þessu heilaga stríði sko ætla bara að gúttera það eins og sagt að samþykkja það
að við séum í sömu starfsemi hérna á Íslandi sko. Að ívilna öðrum með því að lækka skatta fyrir suma en aðra ekki. En mér langar hérna svona að nota síðustu mínúturnar í þessu spjall okkar að minna þig á grein sem að þú skrifaðir á heimasíðuna, áratugur án ávinnings. Þú ert að tala að það áratugur án ávinnings, að tala búvörusamninginni til 10 ára. Já. Þú sérð ekki mikið ávinning í honum. Þessi drög, höldum okkur, köllum það, þetta eru drög að samningum. Og ég hérna ekki hlynnt því að það sé gerður svona langtíma samningur. Ég gerir mér alveg grein fyrir því og ég held að gera sér allir grein fyrir því að það verður hérna gerður samningur við bændur einhverja búvöruframleiðslu hérna. En þessi samningur sýnist mér ekki hafa neinn ávinning í för með sér, hvorki fyrir bændur eða neytendur. Það bara þannig, hann til allt og langs tíma, það allt óljóst hvurslags kerfi við ætlum að hafa hérna eftir 5 ár meira sér. Það sagt ég að við ætlum að afnema kvótakerfið í mjólkursölunni, en það ekki gert beint, sko, með beinum hætti í búvörusamningnum. Heldur það lagt upp með það að það verið kosið það innan bændahreyfingarinnar einhvern tímann á þessum 10 árum. Þetta finnst mér finnst þetta allt saman mjög ógagnsætt og ég vil þessi samningar sem við gerum til skemmri tíma. Þannig að það ekki búið samþykkja en allir reikna nú með því eða flestir reikna með því að það verið bara gert þegar þingi kemur saman aftur seinni í sumar. Já, það núna verið að vinna, sko, samningarnir sjálfur eru ekki lagðir fyrir þingið. Það sem lagt fyrir þingið eru nokkra tiltekna lagabreytingar sem nauðsynleg forsenda fyrir þessum samningum. Og mér skilst að atvinnuveganefnd sé núna að fara yfir þessar lagabreytingar og einhverjar breytingar heyrist mér verði gerðar á því. Ég vona að ein breytingi verði meðal annars svo að það verði ekki heimilt að fela ráðherra á hverjum tíma að gera ótímabundin samning. Í núgildandi lögum búvörusamninga ráðherra veitt heimild til þess að gera búvörusamninga til 1 árs í senn. Svo reyndastendur, það má síðan gera það hérna framlengja einhver tíma, en það miðað við ár. Framkvæmdin hefur verið að búvörusamningarnir hafa verið gerðir í mesta leyti 5 ára. Mér finnst útiloka annan að það sé bundið í lög til hvers langs tíma ráðherra getur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og löggjafans þar með gert samninga við bændur. Þeir útiloka annan að binda þetta í lög og þetta þarf að vera til skemmri tíma en 10 ára. Þessi samningur, þessi drög, þetta mjög umdeilt í samfélaginu. Hann líka umdeildur meðal bænda. Já, ég veit það, en hérna þannig að ég heyra þér að þú myndi óbreyttu ekki greiða atkvæði með þessu. Eða þú að gera hvað sem getur til að koma veg fyrir að það gerður. Já, ég hef væntingur það að þetta taki einhverjum jákvæðum breytingum í atvinnuveganefnd. Og svo ég verður þá bara að taka afstöðu til þeirra tiltekna breytingar. Það alltaf jákvæðir punktar. Ég hef nefnt það til dæmis að núna í þessum drögum ekki gert ráð fyrir ríkisstyrkjum, niðurgreiðslu til framræsingu lands. Loksins. Já, það mál sem ég svolítið láti mig varða núna þessum vetri. Og þannig að það ekki gert ráð fyrir því. Þannig að það alveg jákvæðir punktar þarna. Það mjög jákvæð. Þannig eins vitleis að bara hefur alltaf verið gerð. En svo líka, svo spyr maður sig, akkur eru allt í einu komnir núna nautgripabændur sem hafa haft nóg að gera og ég hef ekki heyrt á að vera að kalla eftir að komast á ríkisjötuna, ríkisspenan sko. Já, sem á vel við að segja nú spena í þessu. Já, að koma á spenan sko. Að sko nautgripabændur, sko, ekki mjólkurbændur. Heldur nautgripakjöt, kjötframleiðendur. Allt þeir komnir þarna inn í. Mér finnst þetta orka tvímælis. Hér endur við þetta. Sigríður Á. Andersen, takk fyrir komuna. Og hér á eftir Sigmundur Ernir Rúnarsson með ritstjórana sem að þessu sinni Steingerður Steinarsdóttir og Fanný Birna Jónsdóttir. Sæla sinni.